sportátturum ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 13:10 og það er 17. ágúst fyrir þá sem að hlusta hérna á þetta viðtal eftir á. Við erum konir í samband við Akureyri, það er Sigurður Sigurðsson, frekatastjóri hjá Káa, hann er komin á línuna, komdu bless og sæll ekki? Já, blessaðu meistari. Hvernig hefur það? Já, það er gott, kannski leiðrétt í svona ekki beint til að aðstofaframkvæmdastjóra bara. Nei, já, afsakið. Ekkert mál. Já. En ég er bara ótrúlega brattur maður. Hann fengum alveg ótrúlega fyrsta skiptir 15 stegi í dag á Akureyri og hér eru allir sólbrúnir og sætir. Já, og það er bara lít fyrir sunnan líka, hann að takk fyrir að deila sólinni. Já, nákvæmlega. Já. En já, það var nú ekki eins gott veður svo sem þarna á þegar Káamenn kom í heimsókn á Selfoss. Já, það var enda fínt veður á Selfossi. Við vorum búin að keyra ykkur veðra víti á leiðinni að norðan. Og ég bara við þekktum allir þess að gulu á loftinu sko, þannig að það sló okkur alltaf ekkert á læginu með byrjunin í leiknum. Nei, nákvæmlega. Já, þetta var nú nokkuð pottþéttur sigur hjá Káamönnum. Já, veistu það, ég er nú búin að sjá held ég alla leikina minnum að 2 hjá Ká í sumar og þetta var eiginlega held ég bara fyrsti leikurinn sem var ekki með hjartaði buxunum allan leikinn sko. Já. Það var náttúrulega Selfyssingar óheppnir að gefa mark að nýtt hafi leik, sjálfsmark. Sá svo sem ekkert almennilega hvað gerðist, satt þarna þeim einu stúkunni að ég var ekkert alveg upp við þetta. Nei. Og svo gáfu þeir einmitt aðra aukaspyrnu rétt fyrir þann teig sem að Jói Helga nýtti svona glæsilega og skoraði gullfallegt mark. Og þá bara virtist fyrir algjör uppgjöf í Selfyssingunum. Þeir spiluðu líkt og mörg önnur lið hafa spilað gegn Ká í sumar, legið tilbaka og beitt skyndisóknum. Nema Ká að gáfu lítið að færum á skyndisóknum í leiknum. Já. Og það var ekki fyrir ná 70 mínútur sem að Selfyssingarnir fóru að ópna mark í Ká og það var samt, hvort ég hafi getið talið 1 dauðafæri. Þannig að það væri bara, já, fyrir mig allavega var þetta mjög þægilegur út í sigur og annars að vera eitthvað flugveldarsýning sko. Og langurugast í sigur Ká í sumar. Og það var bara frábært og kom náttúrulega beint eftir þjálfaraskiptin. Bjarni létar störfum með liðið fyrir í vikunni og þetta var fyrsti leikur undir stjórn Túfa. Og menn hafa greinilega svona þjálfaraskipti hafa alltaf þannig að tala fyrstum sinn alltaf að hafa eitthvað jákvæð áhrif en það er spurning hvað það endist. Þessi fyrsta deild er nú búin að vera svolítið skemmtileg svona að ég held að það sé ekkert lið sem fer örugt í neitt leik og já, þú sér það eins og með lið okkar hérna á Suðurlandi að þeir vinna toppliðið og... Já, Þróttarinn alltaf byrjuði þetta mót og var algjört grín að horfa á það þeir bara fóru töpuð ekki stigum sko. Það var aðeins 16 reyndar hérna Þróttararnir og það verður fróðlegt að sjá þegar ég spila við Káa á morgun á Akureyri og þetta verður mjög fróðlegur leikur en með sigri fara að taka Þróttararnir og stíga þetta skref upp í fyrstu deildina með annan fótinn allavega og mikið í húi fyrir þá í þessum leik og Víkingur Ólafsvík eru hérna 2 stigum og undan og þeir eiga farseðilinn vísan í Pepsi, það er engin spurning að vera gaman að fá eftir Pepsi-deildina ári. Nú væri ekki verra ef það færi 3 lið upp? Nei, það þá allavega kæmist vonandi annan liðið að norðan og Þórsararnir eru hérna í sé ekki 3. sæti ef ég man rétt ætli sé í 4. ekki með þetta fyrir fram mig en þeir eru að væri nauðsynlegt að fá Pepsi-deilda liðið á Akureyri hvort sem að auðvitað mín persónulega óskar eða Káa en ef það er ekki Káa þá vonar maður að sé Þór Þór er hérna með 29 stig í 3. sæti og Káa með 28 í 4. sæti og það verður gríðarlega spennandi að sjá hvernig þetta spilast það náttúrulega fyrir hlutlaus áhorfenda þá vonast maður eftir sem mest spennandi toppbaráttu í restina. Já. En svo staðinni núna eru bara Víkingur og Þróttur búin að stinga af. Svo eru þið með sameiginlegt lið Þór Káa í Pepsi-deild kvenna og þar eru þið mitt að berjast í Selfyssingum 3. sæti? Já, það var það gerði góða ferð suður yfir heiðar stelpurnar í gær og unnu Fylki í 4-1 og það hefur verið mikill uppgangur í liðinu undanfarið en það byrjuðu gríðarlega illa svona með hvað allan á vonir voru bundnar við gengi liðsins fyrir í sumar. Það var það er ekki fyrir bara núna í miðjan júlí tapa 3-1 á útivelli 12. júlí á móti IBVF og það var eftir það sem að rífa sig í gang og vinna hvern leikinn á fætur öðrum eftir því og það hefur verið rosalega gaman búin að koma 4 sigurleiki í röð og hafa klifið upp töfluna og eru búin að tilla sér svona þægilega í þetta 3. sæti, 4 stigum undan
undan sínum stelpum í Selfoss. Já. Það aftur á móti svipa dæmi kannski með toppártuna það eru Breiðablik búin að stinga af og Stjarnan í rauninni gull nokkuð tryggt í þessu öðru sæti sínu, eru 60 undan Þór Káa og eiga leik til góða. Og það kannski ekki það er erfitt að vinna það fórskotnið, það eru 5 leikir 5 fyrir eftir þar. Nú býst ég ekki við því að heyra neitt frá þér fyrir bikarúrslitaleikin sem að Selfoss Stjarnan. Nú ert þú náttúrulega svona með annan fótinn svona á vellinum alltaf eða báða fæturnar. Hvernig svona líst þér á svona Selfoss Stjarnan þessa viðureign, þennan bikarúrslitaleik sem verður í Borgunum bikar kvenna eftir 2 vikur? Gríðarlega vel, það rosa skemmtilegt fyrir hinn almenna áhorfanda, þetta sé ekki endilega langbesta lið deildarinnar sem eins og Breiðablik virðist vera. Og það getur allt gerst í þessum leik. Við sjáum það að þetta ekkit ósvipað að bera saman Selfoss Stjarnan eins og að bera saman KR Valur í karlaboltanum sem var síðustu helgi, sem að KR-ingar sátt í öðru sæti fyrir deildarinnar og Valur í 4. eða 5. og nú situr Stjarnan í öðru og Selfoss í 4. Og það getur allt gerst í þessu leik. Þetta 50-50 leik var allir svona bikarleikir, þó að Stjarnan væri að spila við Hvíta Riddarana, þá myndi ég samt segja að þetta hörkuleikur. Það ákveðin stemming við að komast í bikarúrslitaleik og ef ég þekki stuðningsmenn og Selfyssinga og Sunnlendinga alla, þá fjölmenna þeirra á völlinu og verða gríðarlega hávær og skemmtilegir í stúkunni. Nú situr þú uppi með væntanlega svona svipuð vandamál og við Sunnlendingar. Það að reyna að fá leikmenn í meistaraflokkana, svona landsbyggðarlið, svona íslenska leikmenn. Þú ert væntanlega búin að kynnast því. Þetta svolítið erfitt eða ekki að fá íslenska leikmenn til sín? Og það eiginlega grátlegt að mörgu leyti, sérstaklega eins og fyrir Selfoss sem náttúrulega bara útkverfi Reykjavíkur að verða og Akureyri sem að býr við frábæran háskóla, frábæra framhaldsskóla og öll tækifæri. Jú, við erum ekki með Dunkin Donuts ennþá en hins vegar erum við með margt annað í boði og þetta rosalega þægilegu bær til að búa í, þeim mínna bær svo kallað og kemst allt á 5 mínútum sama hvar staður. Og Eyjamenn virðast líka lendi í þessu, bæði kalla kvenna. Það virðist vera ekkit auðveldasta verkefni heimi að fá íslenska leikmenn. Og það og það sem kannski munurinn á því þarna, og við höfum svolítið verið að pæla og horfa á í sumar og undanfallna vetur þetta, og þetta er ekki bara vandamál í fótboltanum, þetta er vandamál í handboltanum og körfuboltanum og nei mitt, að þegar við fáum þessa leikmenn að sunnan þegar kemur Íslendingur til liðs við Káa eða Þór eða Akureyri handboltafélagi, hvernig sem það úr Reykjavík, að þá þurfum við að greiða fyrir hann íbúð langflestum tilvikum og svo redda honum vinnu og jafnvel borga eitthvað launapakka. En á meðan leikmaður skiptur úr Haukum yfir í Stjörnuna eða Stjörnuna yfir í Fylki, að þá býr hann ennþá bara sama stað og hann bjóð þegar hann spilaði með hinliðinu og hann vinnur ennþá í sömu vinnu og hann vann í þegar hann spilaði með hinliðinu. Þannig að það rauninni það sem að gerir rekstur og umfang liðina fyrir norðan svo mun erfiðar en raun ber vitni. Það er ekki bara ferðakostnaður, það er kostnaður með þetta líka. Og það að leiðandi jú, þú spurðir að það væri reyndist erfitt að fá leikmennina sjálfa. Ég skil það bara aldrei því að ég er náttúrulega svo bólfallinn fyrir höfuðstað norðursins að ég geti hvergi annars að hugsa mér að búa. En aftur á móti sjá þetta ekki allir eins og ég, en ég veit ekki af hverju það er svona erfitt að fá það norður, því að við getum boðið rosalega flott og fína pakka hérna fyrir norðan og bara góður stað til að búa. En aftur á móti að meðan leikmenn fyrir sunnan, þú sér þess að leikmenn Viktor Jóns að fara í Þrótt og svona menn að skipta milli, fá að fara á láni frá Breiðablik yfir í fyrstdeildarliðin og KR yfir í fyrstdeildarliðin, að þá er það mun erfiðar að sannfæra einhvern strákum að taka ævintýri eða stelpur að taka ævintýri og fara norður eitt sumar. Já, þú hringir ekkert í Viktor bara, nú þarfst þú að koma í Káa? Nei, nákvæmlega. Miklu auðveldar að hringja og segjum að hann þurfa að fara á æfingar í Laugardalinn en ekki Fossvoginn, En það sem við landsbyggðinni kannski höfum fram yfir kannski önnum félögu, að það er náttúrulega samfélögin. Já, engin spurning og það er oft bara rosa gott og mikil samheldni hérna og ég held að tækja undir það annars hvaða maður sem hvort sem þú færir allaveg tilbaka og spyrir Patrik Jóhannesson sem spilaði með Káa sinni tíma, eða hvort þú spyrir
hvort þú spyrir bara Þór Steinar sem var að koma hérna við yfir hjá Þór í fótboltanum, hvernig það að koma norður, að ég held að menn get berið allir söguna vel að hér sé allt til alls og samfélagi, þú veist, þeir sé tekið gríðarlega vel. Og ég held að það ætti ekki að, það er ekki að skemma fyrir liðunum að þessi illa staða hlutunum, það er ekki spurning. Já, og það er kannski svona fyrir unga leikmannin að það er kannski einn af bestu undirbúningum til þess að fara í atvinnumennskuna, það er kannski að fara í þessi félög svona á landsbyggðinni því að þá ertu komin nú náttúrulega svolítið frá fjölskyldunni. Já, engin spurninga. Þú getur klárlega horft á það þannig sko að þetta sé tækifæri bæði fyrir leikmenn að þroskast og þróast sem personur og svo leikmenn hins vegar sko. Þetta sé ævintýri og hérna að væri gaman að sjá, en þú veist, aftur á móti þá kannski glímum við það eins og í karlaboltanum að hér vantar okkur kannski þetta örlitla uppátt til þess að verða þetta topplið sem að leikmenn vilja koma virkilega í. Þannig að það er margt sem að þarf að skoða þegar kemur að leikmannamálum, það er ekki spurning. Já, nákvæmlega. Sigur Óli Sigurðsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, svona áður en ég sleppir, ég verði nú að spyrja þú ert ekki að fara að sjá fyrir þér þannig að IPVAF og Selfoss að fara að falla í Pepsi til karla og fyrst til karla? Nei, ég er þetta von ekki. Nei. Ég er á góður íslensku, ég er svona pínu landsbyggðar pervert sko. Þannig að við viljum halda þeim uppi og það er mikil rómatík og nauðsynlegt fyrir höfuðborgarsvæðið að ferðast yfir eina heiði og tvær kannski. Já, það er mikilvægt fyrir liðinni og höfuðborginni. Já, ég er búin að fara að þekki hvert krók og kima á leiðinu milli Akureyrar og Reykjavíkur og fara að finnast virkilega gaman að keyra hérna á milli og þetta er engin bölvun eða neitt að þurfa að gera það nokkur sem á sumrin. Nákvæmlega. Sigur Óli, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ég hugsa að Selfyssingar halda ábyggla fyrir eyrun núna því lagi sem er komið hér á fónin. Það er áfram KA-menn. Takk að fyrir gestur minn. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Já, takk. Já, við höldum áfram boltaspjalli hér eftir smásnund. Farið ekki langt. En hér eru áfram KA-menn. Fótboltinn er æðisgengið á